Undanfarnar vikur, bara væri rosalega gaman að sjá ykkur hérna á samkomu, þið sem eru að fylgjast með heima og við viljum bara blessa ykkur og þakka ykkur fyrir að styðja við okkur. Eigum við á rís og fætur hér, þið megið gera það líka heima og hérna eigum við ekki að leggja þessa stund í Drottins hendur með stuttir í bæn. Við ætlum svo að lofa Guð og hvað gerir svo Sibba? Ert þú að tala það? Er Halldór að tala? Já, þarna er Halldór maður. Þetta er rosalegt. Herðu, bara biðjum saman. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman, Drottinn. Fáum að lyfta upp þínu heilaga nafni, Drottinn. Við viljum leggja þessa stund í þínar hendur. Ég vil leggja alla þá sem hér eru, Drottinn, og alla þá sem eru heima og hvar sem þeir eru að horfa okkur netun í þínar hendur, Drottinn. Við biðjum blessu þínu handleiðslu og við biðjum að þú mætir fólki í dag, Drottinn. Í gegnum lofgjörð, í gegnum orð þitt, Drottinn, og bara nærvera þeim í fylla þetta, Drottinn, hús og mig líka fylla, Drottinn, heimili fólks og það sem það er að hlusta og orfa, Drottinn. Í Jesu nafni og allir líðir sagði Amen, halleluja. Heyrðu, við ætlum að lofa Guð saman. Strákar. Ef við ekki bara halda áfram að standa og klappa aðeins og taka þátt í Jesu nafni.
Það bara pínu erfitt að hætta að syngja þetta lag. Við erum búin að syngja þetta svo mikið að það eru einhverja væringar það að þetta sé að verða bara dálítið þreytt. En í hvert skipti sem við tökum þetta lag þá bara einhvern veginn lifnar salurinn við. Og svo er svo gaman, þið syngið öll með og takkið þátt í þessu lagi. Þetta er eiginlega það lag sem þið takkið mest þátt í. Mér finnst það svo gaman, sko. Ef maður syngið það aðeins saman. Já, Jesús, flutt hann getur fjöllin, hann frelsa getur hvern mann, hann frelsa getur hvern mann, og já, meining, höfundur míns hjálprátt, því hann leit sigraði gröf, Jesús sigraði gröf, og já, Jesús, flutt hann getur fjöllin, hann frelsa getur hvern mann, hann frelsa getur hvern mann, og já, meining, höfundur míns hjálprátt, því hann leit sigraði gröf, já, Jesús sigraði gröf, einu sinni, já, Jesús, flutt hann getur fjöllin, hann frelsa getur hvern mann, hann frelsa getur hvern mann, og já, meining, höfundur míns hjálprátt, því hann leit sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Halleluja, Jesús. Mér finnst það magnað. Og Sippa og Jóhanna við erum búin að tala saman það, sérstaklega eftir síðustu samkomu að það er svo mikilvægt akkurat núna í þessu tímum sem við lifum í. Vá og allt þetta, allar þessar fréttir einhvern veginn svo plagaðar af neikvæðni og það lítur einhvern veginn út eins og það sé bara einhvern veginn svart og dökkt og erfitt framundan. En það er ekki þannig, elsku vinir. Það er þannig og þið finnir gleðina í þessu lagi sem við vorum að syngja og það er svo mikið játning í þessu, þú veist. Drottinn, hann getur allt, þú veist. Og þetta er bara spurning að við þurfum að lyfta upp nafn hans. Og ég held sem aldrei fyrr, þá er alveg gríðarlega mikilvægt. Ég sagði það síðast að þingmennirnir og þingja halda þið stjórn þessu landi, en vitið það er raunverulega þið. Það er með bænum ykkar, það er með lofgjörð ykkar, sem að þið raunverulega geti breytt sögu og því sem er að gerast. Munið eftir Guð blessi Ísland, ég held að Guð hafi nefnilega akkurat blessað Ísland. Og í 10 árum erum við búin að vera í hagsæld. Og við þurfum að halda þeirri hagsæld áfram með því að lofa hann. Má ég heyra með? Má ég heyra með? Þegar ég vaknaði í morgun og þá var ég að syngja þetta lag. Þetta er eldgamalt lofgjörðarlag sem við höfum ekki tekið lengi. Lord, I lift your name on high. Og ég vaknaði með þetta bara á vörunum í morgun. Og það er hægt að vakna á verri hátt heldur en að vakna með lofgjörð. Og þú veist, það er nákvæmlega þetta sem við höfum að gera. Það er gleði í þessu lagi. Þið sem að kunni þetta eru búin að vera í kirkju lengi, þið kannast örugglega við þetta lag. En ef ekki að rísa á fætur, Lord, I lift your name on high. Klöppum saman. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. And I'm so glad you're in my life.
to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Woo! Hallelujah. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Halleluja, Jesus. Þetta hefði ekki bara verið gaman að vakna í morgun. Ha, með þetta lag bara einhvern veginn á vörunum. Ég skildi þetta ekki, ég var bara að syngja þetta þegar ég vaknaði. Come on. Þetta góðu tími. Ég veit að það lítur út fyrir að þetta sé ekki góðu tími, en Drottinn segir að það sé góðu tími í þínu lífi núna. Má ég heyra með? Halleluja. Af því að hann kom frá himninum til þess að frelsa okkur. Hann kom til að gefa okkur þessa gjöf, þessa trúargjöf. Má ég heyra með? Woo! Come on, syngja þetta saman. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Halleluja. Finnið þið gleðina í húsinu? Finnið þið gleðina í húsi Guðs? Má ég heyra með? Ég sé ekkert bros hér fyrir framan mig. Halleluja, og svona virka Guð. Meðan að heimurinn segir að það er verið að skeifa, þá segir Drottinn að það er verið að bros. Má ég heyra með? Og við tilheyrum nefnilega ekki þessum heimi á þennan hátt sem að í þeirri skilgreiningu. Við tilheyrum öðrum heimi, við tilheyrum Jesú Krist. Má ég heyra með? Og hann er með plan og hann er með áætlun fyrir þitt líf. Má ég heyra með? Og við lyftum bara nafn hans og við sjáum að koma með sigrana í líf okkar. Það eru svo margir inni sem ég er að horfa á sem að hafa komist í gegnum alveg ótrúlega sigra í lífinu bara með því að lofa Guð. Má ég heyra með? Þetta er stórkostlegt. Halleluja. En Jóhanna ætlar að syngja fyrir okkur Oceans. Sjáðu hvað hún er falleg í dag. Sjáðu hvað hún er í fallegum kjól. Ég ætla að taka það fram. Ég valdi þennan kjól og það sannast enn og aftur bæði með henni og kjólunum að ég kann að velja fallega hluti. Upon the waters, the great unknown, where feet may fade, and there I find you in the mystery, an ocean deep, my faith will stand. Call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul at rest in your embrace.
Spirit, lead me where my trust is without borders. When you walk upon the waters, wherever you will call me, take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk on the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders, and you walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul in rest in your embrace. I am yours, you are mine. It's another good to see you Sunday morning. Oh, I hardly hear the words roll off my tongue. Looking in myself for signs of something that's long gone. Oh, I stumble through a verse that says you love me, as the voices echo, my thoughts drift away. Oh, I close my eyes ashamed, I'm feeling nothing, and I pray. Heart, heal my mind, breathe the breath of life, heal me, wake my soul from this sleep, and give me back the joy of when I first believed. Heal me. Oh.
want more days in difference. When my eyes are everywhere but fixed on you, I don't have the strength to overcome this distance, but you do. You do. Heal me, heal these eyes, heal this heart, heal my mind. Breathe your breath of life. Heal me, wake my soul from this sleep, and give me back the joy of when I first believed. Heal me. Oh, heal me. I don't want to waste another minute taking all your love for granted. I just want to feel your Holy Spirit rushing over me. Heal me, heal these eyes, heal this heart, heal my mind. Breathe your breath of life. Heal me, wake my soul from this sleep, and give me back the joy of when I first believed. Heal me. Oh, heal me. Heal me. I raise a hallelujah from the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes and fights for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, voice will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery.
We're gonna sing a little louder. Gonna sing a little louder. Yes, sing a little louder. Gonna sing a little louder. Oh, let's sing a little louder. Let's sing a little louder. We're gonna sing a little louder. In the presence of my enemy. Gonna sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Gonna sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Let's sing a little louder. The presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. We're gonna sing a little louder. Weapon is a melody. We're gonna sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, let's sing a little louder. Let's sing a little louder. Oh, let's sing a little louder. Sing a little louder. We'll sing a little louder. Sing a little louder. We're gonna sing a little louder. Oh, sing a little louder. We're gonna sing a little louder. Oh, sing a little louder. Gonna sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. We're gonna sing a little louder. We're gonna sing a little louder. Gonna sing a little louder. We're gonna sing a little louder. We're gonna sing a little louder. Yes, we're gonna sing a little louder. We're gonna sing a little louder. Halleluja, Jesus. Heilagur drottinn Jesus, við syngjum drottinn þér dýrð og lof drottinn. Og við leggjum drottinn ekki bara þessa kirkju og þá sem hér eru og þá sem eru að horfa. Drottinn heldur leggjum við allt Ísland í þínar hendur drottinn. Og framtíðin svo við byggjum drottinn, vilt þú blessa Ísland drottinn? Vilt þú blessa þá sem eru að stýra og stjórna? Vilt þú blessa þá sem eru að semja? Vilt þú blessa þá sem að drottinn voru að missa vinnuna sína drottinn? Ég bið að þú skapi ný og betri störf drottinn. Ég bið drottinn að þú komir með nýtt upphaf núna drottinn. Að þegar við horfum tilbaka eftir bara nokkura mánuði þá sjáum við að þú greifst inn í og þú blessaðir Ísland drottinn. Við ætlum að standa í skarðinu og biðja þess að þú blessir Ísland drottinn. Við vitum að þú þess megnuðu drottinn. Og við erum ekki að taka þátt í neinu drottinn sem að verð þér til skammar drottinn. Við ætlum ekki drottinn að styðja við hluti sem eru ekki þér þóknanlegi drottinn. Við ætlum bara að blessa og við ætlum að elska drottinn og við tölum út líf drottinn. Við byrðum drottinn, viltu blessa, viltu blessa, viltu blessa, viltu blessa drottinn. Drottinn, það er bara nýtt upphaf í Jesú nafni drottinn. Takk Jesús. Og þetta lag fjallar það, þótt að við stöndum frammi fyrir einhverjum risa vantrúar eða risa efa, eins og hann sagði svo vel sá sem hann samdi lagið, þú veist að hann stóð frammi fyrir þessum risa unbelief, þessast vantrúar, gegn því að drottinn geti læknað þennan litla dreng sem þetta lag var samið um. En drottinn er svo sannarlega þess megnuður og við höfum öll fengið að upplifa það, en við þurfum bara að setja þessa trú á allt í líf okkar. Og þú veist, ég er að tala mest í sjálfsmís, ég er ekki að tala til ykkur og ég ætla ekki og ekki haldi í eina sekundu þótt að ég standi hér uppi að ég sé eitthvað betri í þessu þið, ekki, þú veist, kona mín getur staðfest það, ég á mínar móment þar sem að ég efast, fullt af þeim. En ég þarf stöðulega að tala þetta út og syngja þetta út og vitni í þetta og ég þarf stöðugt að vera myndur á þetta, stundu þarf kona mín að vinna með á þetta, sjaldan Sibba, nei, stundu Sibba, þú veist, þið vitið, er allir meira sko, nei. Það er þannig að við þurfum að minna hvort annað á það. Að drottinn er góður og hann er stórkostlegur Guð og hann getur
breytt ómögulegum kringumstæðum í sigrandi kringumstæður. Má ég heyra með? Það alveg stórkostlegt með þennan Guð og þessi lög sem eru svo hlaðin af þessari trú þegar við syngjum og þess vegna sörgum við í að syngja þau aftur og aftur og eiginlega öll lögin sem við erum búin að syngja í dag eru svo stórkostleg að þau eru svo hlaðin af sannleika það hver hann og hvers hann megnugur. Hann dó á krossinu fyrir syndir okkar, hann kom til þess að gefa okkur nýtt líf, hann tilbúinn að grípa okkur í öllum kringumstæðunum sem við erum í og hann ekki bara einhver svona Guð sem í bók, hann Guð sem raunverulegur í dag. Má ég heyra með? Og þegar við syngjum aðeins hærra, þá það ekki til þess að við séum eitthvað flottari eða aðri geti tekið eftir hvað við getum sungið hátt. Við erum að syngja til þess að einhvern veginn að opna hjart okkar fyrir honum. Má ég heyra með? Þú veist, ég vona við séum að gera það. Ég að reyna að gera það allavega. Og það fjallar þessi texti, þú veist, sing a little louder, þú veist, in the presence of my enemies, þú veist. Hversu kjánalegt það í rauninni þegar við lesum í Biblíunni þegar þeir til dæmis, þegar þeir voru að fara í stríð og þá fóru lúðrasveitin á undan, þú veist, lofgjörðin fóru á undan. En hversu oft sjáum við ekki í Gamla testamentinu hvernig þeir gengur hringinn í kringu borgina og múrarnir hrundu. Þú veist, þegar þeir voru að byrja, haldið ekki að þeir hafi átt svolítið við vantrú. Hvað segirðu? Eigum við að fara að labba með lofgjörðina? Þeir eru að fara að drepa okkur, sko. Þeir eru með hnífa og spjót og örvar og alls ki stót, sko. Þeir eru að fara að drepa okkur. Eigum við að fara með básúnu? Ekki allt í lagi með þig eða? Þú hershöfðinginn, já, einmitt. Á ég ekki bara að segja þér hvernig þetta virkar? Þú veist, haldið að þeir hafi ekki dílað við þetta? Haldið að þeir hafi allir verið bara, jó! Þú veist, nei, það ekki þannig. Ég get alveg lofað ykkur í. Það voru einhverjir sem voru bara, þetta lið þarna sem að stjórna bara kúkú. Þú veist, það þannig. Og þið getið alveg verið róli í því þegar ykkur finnst það, þú veist. Þegar að þið fáið eitthvað ömurlegt símtal og eitthvað þið farið á knén og vinir ykkar sem eru ekki trúið þeir horfa okkur, hvað ekki allt í standi með þig? Þið vitið það, þú veist, það í öll þau skipti sem að svona erfiði tímar á komið og maður hefur farið á knén, það eru bestu og sætustu sigrarnir. Þegar maður ætlar að reyna að gera þetta sjálfur og ekki misskilning, ég ekki að segja að við höfum bara að vera heima og bíða eftir að hlutin gerist fyrir okkur. Það alls ekki þannig, við höfum að lifa lífinu lifandi. Og við höfum að taka þátt í lífunum og við höfum að vera sá og við höfum stöðugt að vera að gefa af okkur. Við höfum að taka þátt í lífinu. En þessar kringumstæður sem við ráðum ekki við, hann ræður við þær. Og það þessi trú sem við höfum að iðka þá. Drottinn, ég ræði ekki við þetta, ég skil ekki hvað að gerast, en ég set þetta á þig og ég veit að þú ætlar að vel fyrir sjá. Því hann hefur fyrirætlanir eins og segir í Jeremías 29:11, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð og hann mun hasta á átvarkið. Amen. Halleluja. Stórkostlegur Guð sem við þjónum. Sibba. Jesús, 1, 2. Má ég biðja ykkur að rísa á fætur? Ég, eins og því kannski heyrði í síðustu predikun, ég smá kvíðabarn. Ég svolítið eins og Rúnar, ég á stundum erfitt með að sjá fingur Guðs í kringumstæðunum. Ég hafði smá áhyggjur þegar ég frétti af þessu með Vá. Ég er búin að vera að finna, ég er búin að tala um þetta 2 eða 3 í predikunni, ég hef fundið þetta á mér. En ég fann að, þú veist, ég fór að gera það sem að Rúnar var að tala um áðan, að syngja bara Herra, halleluja. Að einhvern veginn að lyfta Drottni upp í þessum kringumstæðum og ég fekk algjöra sannfæringu, hvort það var föstudagskvöldið eða laugadaginn, þá fann ég bara, þetta verður bara allt í fína. Og mér langar til að segja það hér í dag, ef að þú ert að upplega kvíða, passa það set ekki von þína á fólk eða fyrirtæki eða þetta svo góð leksía í því að setja von okkar á Drottinn. Því að Drottinn segist að hann á sigurinn í öllum kringumstæðum. Hann lítur kannski ekkert út sigurinn eins og við viljum hann líti út, en það samt sigur í öllum kringumstæðum. Þannig ef þú ert hér í dag og þú ert að upplega kvíða eða þú veist, stendur frammi fyrir ykkur risa, farðu að syngja halleluja. Lyftu röddinni og láttu þessa rödd, eins og lagið segið, vera vopnið þitt. Láttu það vera vopnið þitt gagnvart óvinnum. Láttu hann vita, ég set traust mitt á Drottinn. Og við vitum hvað gerist þegar við setjum traust okkur á Drottinn. Það leysir kraft hans inn í kringumstæður okkar. Og ég veit ekki með ykkur en ég þarf meira af krafti Drottins inn í mínar kringumstæður. Og við sem þjóð þurfum meira á krafti Guðs inn í okkar kringumstæður. Má ég heyra amen? Þannig að það sem við ætlum að gera hér í dag bara svona, við ætlum að æfa okkur.
Við ætlum að æfa okkur að setja traust á Drottinn. Þannig að mér langar til þess að biðja okkur að lyfta upp höndum og segja bara við Drottinn, ég kýs að treysta þér. Drottinn Jesús, ég lofa þig, Drottinn, og ég þakka þig fyrir það, að þú ert með alla hluti í hendi þinni. Við þurfum ekki að hafa nokkrar áhyggjur og reyndar það þannig að áhyggjur okkar bæta engu við, Drottinn minn Jesús. Og þannig að við setjum, Drottinn, allar okkar byrðar á þig hér í dag, Drottinn. Og ég vil bara lyfta upp nafni þínu. Ég vil lyfta upp Jesú nafni sem stærra en allar kringumstæði, Drottinn. Og ég þakka þið fyrir að þegar okkar plön verða engu, þá koma þín plön og það gerist eitthvað, Drottinn minn Jesús. Og ég bið að blessa einn og sérhvern hérna í dag. Ég bið að blessa Ísland. Ég bið að blessa Ísland, halleluja. Og ég bið, Drottinn minn, að frelsa Ísland, Drottinn. Halleluja, að fólk mætti leita þín af öllu hjarta og finna þig, Jesús. Og Drottinn, ég kem í gegn kvíða. Halleluja, ég kem í gegn kvíða og ég kem í gegn vanlíðan. Halleluja, ég tala frið þinn sem aðri öllum kringumstæðum, Drottinn. Ég tala þann frið sem aðeins þú getur gefið, Jesús, inn í líf okkar allra. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú komst inn í hennan heim og þú gafst þitt líf á krossinu fyrir okkur og þú lifir í dag og þú ríkir í dag, Drottinn. Halleluja, og þú biður fyrir okkur í Jesú heila nafni og allir liðinni sagði Amen. Mér langar aðeins að auglýsa nokkra hluti áður en við tökum fórn. Vilt þú kannski auglýsa vonina eða Ásmunda, þú ert þarna? Önnu hvor ykkar, viljið koma? Á ég að auglýsa kannski? Það bara hreyfir sig enginn, great. Við verðum með vonarkvöld núna á 50-dagskvöldið og það til styrktar vonin okkar. Við verðum með Royal kvöld og miðinn kostar 4.500 krónur og hver einasta króna sem kemur inn þetta kvöld fer í hjálpastarf okkar. Við erum með mjög öflugt hjálpastarf hérna í Smárakirkju sem heitir Vonin og ein stæðsta útlutunin einmitt núna fyrir páskana. Mér langar til þess að hvetja ykkur. Mætum, styrkjum hjálpastarfi okkar, mætum og tökum einhverja vini með okkur. Við munum fylla þetta hús af fólki og það eru þegar búinir örugglega skrásu örugglega 70 manns en við viljum 120 manns. Takk fyrir mig. Ég ætla bara að tala það út. Það verða 120 manns hérna. Og þetta verður glæsileg kvöld í alla staði, frábær skemmtiatriði og svo framvegis. Bara frábært. Þannig konunglegt. Þetta verður svona royal, konunglegt. Þetta verður geggjað. Mér finnst eins og ég þurfa að auglýsa eitthvað meira en ég man það ekki akkurat núna. Þannig að það kemur kannski bara á eftir. Eru þið tilbúin að taka fórn? Ég er líka tilbúin að fá að heyra það sem að Guð hefur lagt á hjartans Halldórs. Það er alltaf gaman að hlusta á Halldór. Halleluja, en við ætlum að taka fórn hérna í dag því að það er svo mikið blessun að fá að gefa. Og Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig með fórn okkar hér í dag. Og Drottinn, aftur, við þurfum ekkert að hafa neinar áhyggjur. Við setjum traust okkur á þig og þegar við sáum inn í ríkið þitt, þá uppskjörum við líka ríkulega. Við uppskjörum ekki bara fjárhagslegt frelsi, við upplifum frelsi á svo mörgum sviðum, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að þú berð ekki bara umhyggju fyrir okkur einum þætti í líf okkar. Þú berð umhyggju fyrir öllu. Og Drottinn, hér er fólk í dag sem hefur áhyggjur af framtíðinni, fjárhagslegar áhyggjur. Ég bið að mæta þeim og ég bið að blessa sérstaklega þann sem að getur ekki gefið. Gefðu honum úrræði og tækifæri og hjálpa okkur til þess að sjá þau tækifæri sem að þú er fyrir okkur og grípa þau. Og við biðjum í Jesú nafni, allir liðin sagði. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine, yeah. I can only imagine
What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, yeah, I can only imagine. I can only imagine when the day comes and I find myself standing by the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Oh, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, yeah, I can only imagine. Yeah, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Halleluja, hvernig var að gefa þessum dásamlega tónlistafólki gott klapp. Takk Jesus, en það komið að því allra besta. Og það þessi myndalegi maður sem stendur hérna aftast. Það bara eins og Halldór eldist ekki neitt. Vitið hvað ég held að sé? Þessi jákvæðni, hann alltaf jákvæður. Ef ekki að gefa honum og drottni Jesú Kristi gott klapp. Eldist ekki, hún ekki sem í sundi.
Halleluja. Hæ. En jákvæðni skiptir máli og ég get alveg sagt ykkur það að jákvæðni kemur, hún kannski stundum eðlilegri eða kemur svona meira sjálf sér hjá mörgum en ekki til öllum og öll okkar þurfum samt að velja hana. Við veljum lífsviðhorfið, við veljum brosið okkar, við veljum hvað afstöðu við höfum til lífsins, við veljum hvað afstöðu við höfum til kringumstæðna. Því að það mörg tækifæri til að láta það trufla okkur, en svona það bara. Ég ætla að byrja að segja ykkur litla sögu sem ég var myndur á, sögu sem ég heyrði Árný segja á Lindinni fyrir mörgum árum síðan held ég að hafi verið bara. Þegar Siggi og Guðrún í hverfinu, nýju kirkjunni, voru beðin, eða kirkjan öll reyndar var beðin að bjóða fólki inn úr hverfinu í kynna þau fyrir kirkjunni og kynna þau fyrir sjálfa sér og reyna að mingast við þau og ávinna þau fyrir Krist og fyrir kirkjunni og safnaðarstarfið. Þannig að öll kirkjan var í því að bjóða nágrönnum sínum í mat. Og þegar nágrönnir kom að setjast við borðið þá voru börnin náttúrulega Sigga og Guðrúna líka með og Siggi segir, vilt þú ekki bara biðja? Segir hann við litlu dóttur sína, vilt þú ekki bara þakka Guði fyrir matinn? Og ég kann ekki að biðja, segir hann, hvað er ég að biðja? Ég kann það ekki. Og mamma og Sigga segir, þetta er alltaf leið, segðu bara það sem þú heyrir pappa og mömmu segja. Góð Guð, á hverju óskopinu er að bjóða svo fólk í mat? Má ekki segja svona brandara hérna í kirkjunni? Jó. Þetta er góð saga. Við lærum af þessu. Vegna þess að þetta er í sjálfu sér algjörlega eðlilegur hlutur að kirkjan bjóði nágrönnum í mat. En vonandi biður hún samt ekki svona þegar þau koma. En það sem langar til að tala núna í smástund er kannski, þið sem þekkið mig, þið vitið og heyrið í mér stundum, ég þreytist aldrei á að tala það sem að minna okkur á hver við erum og hvað við eigum og hvað Kristur hefur gert og hans fullkomna verk. Mér langar núna að tala það en aðeins frá öðrum vinkli, svolítið út frá því líka núna hvað ég trúi því að Guð sé að fara að gera. Er þið með á því? Nú ætla ég að fá mér vatn. Það er rosa gott að fá vatn. Pælið í hvað Guð bjóð til þegar hann bjóð til vatn. Vatn. Glært. Þú veist. En lífið sjálft. Fyrir mörgum árum síðan, það hefur verið svona kringum 1978 til 9. Já, 1978 til 80 var það alveg, 77 til 80. Byrjaði 77 ef ég mann rétt. Þá, já, það var sem voru rétt að fæðast þá. Svona babies. Já, það er ekkert svo langt síðan, en mér finnst það allavega ekki. En þá var ég einmitt bara svona rétt rúmlega tvítugur, eða tvítugt, rétt rúmlega tvítugur. Pælið því maður. Mér finnst ég reyndar ekkert vera neitt eldri inni með núna, vonandi þroskaðri. Vá, hvað maður gerir mikla vitleysu, minnstu ekki oft. Buss, gleymum því. Guð er búinn að fyrirgefa það og við lærum af því. En við vorum með samkomur í Grensás kirkju. Og þetta var samkomur sem að sér Halldór, prestur þá í Grensás kirkju, hélt. Hann frelsaðist þegar maður 50 og fór í guðfræði. Læriði guðfræði, hann var fylltur heilugum anda og margir innan þjóðkirkjuna kölluðu hann hvítasunnuprestinn, eins og það var í Skammarauði. Og
hann hélt samkomur á 50 sem á ungt fólk með hlutverk sem þá var hjálpaði honum með og við vorum svona ungt fólk og höfðum hlutverk og þá var allt sem þið heyri núna á sviðinu rétt að byrja ég að segja ykkur þá var það bara rétt að byrja að þora að koma með rafmagnsljóðfæri á kristilega samkomur við byrjum bara með kassagítara sjáðu þá er enga trommur, þetta frá þér, þetta er komið trommur á samkomur eða kirkju, aldrei, tambónin eru mestarlagi, en þá var það rétt að byrja og bara svona til að fyrir þau okkar sem þekkið ekki söguna rifja og fyrir þau okkar sem þekkið söguna rifja upp, að þá man ég eftir því að það frelsast ung hjón, komist til trúar á Krist, Hjalti Gunnlaugsson og Helga Bolladóttir konan hans þá heitinn og hann kunni á gítar við leittum með hann ekki til trúar af því hann kunni á gítar það kom bara að ljósa að hann kunni á gítar og hann kunni ekki bara á gítar hann kunni bara alveg frábærlega á gítar þannig að hann var komin upp á pall í Grensáskirkju til að spila og við lömuðumst bara hvaða snillingur komin við vorum bara vissum ekki hvað við að gera takk Jesús þetta var stórkostlegt og þetta var stórkostlegt og hann ennþá gallinn sko hann ennþá góðu vinur minn elskar hann mikið þetta var bara rétt að byrja en það sem var aðalmálið á þessum kvöldum 15. kvöldum og á þessum 3 árum, ég meina það var alltaf kjaft fullt, fyrsta lagi, alltaf, hvert einasta kvöld út úr dyrum. Við vildum trúa því að það var út af því sem Guð var að gera, sem vildum meina að það var út af veitingunum sem var eftir á. En hvort sem var, að þá voru þau á staðnum, því að það voru hlaðbor, það er bara svo fermingavislur, sjáðu. Allar konur og kallar sem kunna baka líka, þeir kom bara alltaf með eitthvað á kvöldin, það var alltaf hlaðborða mat og drykk, rosalega gaman. Nú jæja, en það sem var aðalmálið, að við öll undir handleiðslu séra Halldórs, við kepptum bara einu markmiði og það var að uppfylla Kristniboðsskipun Krists. Og ég les hann á eftir, við ætlum að leiða fólk til trúar, við ætlum að biðja fyrir sjúkum, við ætlum að reka út í landa, við ætlum bara að gera allan pakkan. Við kunnum það ekkert. Við höfum aldrei gert það. En það var eitthvað sem við trúðum við ættum að gera. Svo við buðum fólki fram til fyrirbæna, það að koma og standa svona í röð og hristast og detti í gólfi, það var ekki til. Það var ekki til sem ég svoleiðis þá. Þá kom menn bara upp að grátunum í kirkjunni, krupu þar niður og það var lagður yfir hendur og þau læknuðust. Og ég get sagt ykkur ótrúlegustu lækningasögur. Ég ætla bara að nefna eina því hún kemur bara í huganum mér núna. Eitt kvöldið, hafið heyrt eitthvað í Biblíunni sem talar að eina náðugjöfunum sé þekkingarorð. Vitið hvað það er? Þekkingarorð er það kallað ef að Guð gefur þér eða mér eða hverjum sem einhverja innsýn inn í kringumstæður, inn í líf fólks einhverja stöðu þeirra sem við höfum enga aðra möguleika á að vita. Það var enginn sem sagði okkur það, þau sagði okkur það ekki, við vissum það ekki, en Guð sýndi það bara, það kemur ljós að það passar. Ég segi ykkur frá fyrsta þekkingarorðum sem ég fékk. Má ég segja ykkur það? Sæll. Ég stend á pallinum og það kemur til mín hugsun og það var alveg á mörkunum, ég vissi hvað þekkingarorð var, bara alveg á mörkunum. Og við höfum enga kennslu um þetta neitt og Guð tala bara til mín einhverju hluti að ég trúi því að það hafi verið Guð og ég sný mér að séra Halldór sem stýrði samkomuna og segir, mér finnst bara Guð leggja mér þetta á hjarta, má ég nefna þetta? Og hann segir, já bara, endilega. Og þá hafði ég tvennt að ræða, því ég var að pissa í mig. Af hræðslu. Ég var algjörlega, þú veist, ég get ekki sagt þetta sem ég ætla að fara að segja. Ef ég segi það og það er vitlaust,
Ég get aldrei komið hér á samkomu aftur. Ég get aldrei komið hérna aftur á samkomu. Þú veist, ég verða allægi. Þetta getur ekki gengið upp. Ég get ekki tekið hérna séns. Það er ekki vel eftir þess að sögu vegna þess að hluta þess ég ætla að segja á eftir. Þetta leiðir alltaf ákveðnum hlut. Og ég bara segi, ég að berjast, ég búin að berjast þetta alveg frá því ég fekk orðið þorgu til að þorra að tala við Halldór. Og ég taka þetta skref. Þetta svo að fara út úr bátnum, sjáðu. Svo bara fara út á vatni og annarkur sekkur eða þú gengur. Og ég var alveg viðbúin að sökkva. Og hér kemur orðið. Svona var orðið. Loksins því ég þorði, nötrandi, 300 manns í salnum, rúmlega það. Ég man ekki hvað hann tók, 350 manns eða eitthvað. Og hérna orðið. Hérna hægra megin í salnum 18 ára stúlka sem lenti í bílslysi og hún handleggsbrotnaði og það greri vittu saman og það aldrei verið lagað þannig að beini stendur svona út úr hérna og Guð ætlar að laga það. Þið hissa og ég væri pínlítið nervus. Fyrsta lagi var ég ekki búin að skíma salnum hvort það væri einhver 18 ára stúlkur þar bil. Öðru lagi, hvað vissi ég hvort það höfðu lent í bílslysi og þriðja lagi, ég sá ekki handlegginn á þeim. Og í fjórða lagi, Guð ætlar að laga það. Og vitið hvað, hún kom. Stígur upp eitthvað starf miðansalunum hérna og kemur fram, rúllar upp erminni á vinstri handlegg og hafði græfið vitlega saman. Og þar sem við stóðum hérna, þið getið rétt ímyndað þér, á þessu augnumbliki var trú mín bara á þokkalegum stað. Það bara á þokkalegum þarna, þegar allt þetta var búið að gera sér, vá, Guð, þú virkilega gerðir þetta. Svo hún lítur alltaf lækna, gerðu það drottinn lækna hana, ekki kalla hana fram bara til þess að láta hana koma fram, þú verður að gera eitthvað núna. Og þar sem við lögðum höndið yfir hana, ég og séra Halldór, þá fundum við beinið réttast. Hún lyftir upp handleggnum og sagði hún sér að hún heil. Kraftaverk. Á þessum 3 árum sem að samkomuna voru haldnar á hverju hindi, þá frelsuðust yfir 300 manns. Og þá meina ég frelsuðust. Og þið getið ennþá séð og heyrt þetta fólk í mörgum af kirkjum landsins í dag. Þau festu rætur í Guðs ríkinu. Hvað var það? Jú, að sjálfsögðu predikunin að koma til Kristus það sem hann hefur gert. En kraftur Guðs samfærið þau og sýndi að hann er. Þau fengu mörg hver lækningu, mörg hver snertingu og eins og ég segi, ég get satt ykkur fullt af svona sögum. Og pabbi minn sem var prestur í þjóðkirkjunni, hann stod fullt af góðum vinum að sjálfsögðu þar. Hann fendi þig. Hann fylgdist náttúrulega með þessu líka. Og einn af hans góðum minn, einn af framamönnum í kirkjunni og hann segir við pappa þegar sögurnar breytist út að Guð væri að gera svona kraftaverk. Og þá segir þessi virti prestur við pappa minn og hlusti vel á séra Lárus sem var pappa minn. Ef þetta er satt, þá eru við bara saltstöflar. Ef þetta er satt, séra Lárus, hann var ekki búinn að sannprófa það sjálfur, hann hafði bara heyrt þetta, ef þetta er satt, þá eru við, það myndi ekki bara þeir 2, heldur stofnunum sem slík, þá eru við bara saltstöflar. Gleymi aldrei þessari setningu. Og takið nú vel eftir. Þetta snýst ekki, þetta er ekki, ég elska kirkjuna, ég elska þjóðkirkjuna. Og þjóðkirkjuna vinna dásamlegt verk. Það snýst ekki það að þau séu óþörf. Þau eru að vinna fullt af hlutum. En kirkja Krists, sama hvaða nafni hún nefnist, skal og á að endurspegla líf og kraft Guðs á jörðinni. Hún á að gera það. Til þess var hún kölluð. Og
Ég trúi því af öllu mínu hjarta að Guð, þetta sé næsta hreyfing og hræring hér á Íslandi. Hann ætlar að gera svona, hann ætlar að koma með þennan kraft sinn aftur. Hann ætlar að sýna, vegna þess að það í dag hefur við pröfað það. Það alveg rosalega erfitt, þú rökraðir engan inn í Guðsríkið. Það þýðir ekkert að segja fólki núna að Guð sé til og segja að Biblían sé rétt og hún sé Guðs orð. Þau hlusta ekki á þig. Já, en fólk hefur fjarlægst, Guðsjáðu, þjóðfélagið heild hefur fjarlægst og það eru svona, já, trúin er einhvað sem er ljótt og er ekki en ofbeldi og stjórnunartæki og Guðs orð sem slíkt og þetta sjáum við allstaðar og þess vegna það sem hins vegar þau geta ekki talað á móti er þegar Guð gerir eitthvað sem að geta ekki útskýrt á annan hátt. Þau get ekki talað á móti því. Það er ekki hægt. Og þess vegna trúi ég á innlegu hjarta og ég mun sýna ykkur orðun líka. Þetta er að Guð mun gera meira og meira af þessu að koma með þessa hluti inn í líf okkar og inn í líf landsins okkar sem er vakningu. Þegar Jesús var skírður í Jóhannes 1:29 segir til 34 að þið munið hvernig það var, hann var skírður og himnarnir og það segir í Jóhannesi og heilagur andi kom yfir hann í líki dúfu, eins og dúfa og dvaldi með honum. Ímyndið ykkur, það hefur verið að skýra Jesú og það kemur bara svona dúfa, fugl og sest bara á hann. Í Mattheus og Lúkas segir að himnarnir opnuðust og dúfan kom og heilagur andi kom. Nú er það spurningin við þig og mig. Okkar vandamál í öllum þessum hlutum er oftast þetta að við höfum erfitt með að trúa því að himinn sé opinn fyrir okkur. Við höfum erfitt með að trúa því að okkar bænir geti farið í gegn og náði í svona hluti. Við höfum erfitt með að vita hvað við eigum með að segja. Við biðjum oft ég hef heyrt að mörgu sinnum, Guð gefðu okkur opinn himinn, Guð gefðu mér opinn himinn, en byrjum af hverju erum við biðjum það? Hvenær lokaði hann himninum? Það stendur hér, þegar Jesús skýrur, þá rifnaði himinin opnið, hann opnaðist með krafti og tenging var það á milli hins andlega lífs og jarðneska og heilagur andi kom og hann var og fór aldrei neitt. Og þá spurningin, hvenær lokaðist þessi himinn þannig að við þurfum ennþá að biðja, hann er opinn. Vitið, þetta er stundum eins og þetta. Nú ætlum ég að nota mjög lélega líkingu, en hún er samt góð til að skilja vegna þess að þetta snýst peninga. Ef þú segir, Guð, gef mér feitan bankareikning. Ég þarf svona 50 milljónir, gef mér það, Jesús. Svo ef það allt í henni hringti þig daginn eftir úr bankanum og þú far bankareikningur í þínu nafni með 50 milljónum á. Wow, þú gleðin sem kemur yfir því, hann svaraði bænum þínum. En ef þú ert að biðja feitan bankareikning og þú veist ekki að þú átt hann nú þegar og hann kemur aldrei, af hverju? Vegna þess að Guð getur ekki svarað því sem hann er búinn að gera. Hann er búinn að gefa þér það sem þú þarft. Þú getur hægt að biðja það. Hins vegar, ef þú fattar að þú áttar reikning og byrjar að taka út á honum, þá kemur gleðin. Jesús sagði að Faðirinn þið megið biðja hvað sem í hans nafni og Faðirinn mun gefa ykkur til að gleðin verði fullkomin. Vitið það, við hvert bænasver sem þú færðu gleði. Ekki satt? Vandræðin eru bara hvað með allar þessar bænir sem búin að biðja mörg ár og hafa ekki komin eins svör við. Þú að byrja að byrja nú á ég þetta kannski nú þegar. Er hann búinn að gefa mér þetta? Þá þarf þetta að byrja að taka bara út. Og gleðin með að geta tekið út er jafn mikil eins og að fá bænasvar. Guðs orð, Guðs ríki er ekki bara Guðs orð predikað.
Guðsorð predikað er mikilvægt. Svo sannarlega er það mikilvægt. Þó ég sé ekki þeim hóp eins og sumar kirkjur að Guð geti ekki læknað fyrir en eftir predikun. Það er til svoleiðis efni. Guð læknar aldrei fyrir en eftir predikun. Ok. Hann læknar þegar hann vill. Og hann læknar þegar við trúum honum og treystum honum. Þegar Jesús var að gangi með lærisveinum hópa fólki og hann er bara á röltinu, hann er búinn að vera að þjóna og er að þjóna og hann er að færa svona stað og það kemur kona munni sem búin að vera lasin í mörg ár, 12 ár. Hún er lasin og hún snerti klæðafaldinans, snerti kubblinans bara rétt aðeins svona og hann stoppar. Hver snerti mig? Hver snerti mig? Hún sagði ekki neitt. Hún sagði ekki Jesús læknaði mig, hún bara snerti hann. Og lærisveinarnir byrju hvað er það að segja, maður snerti? Það er fullt af fólki, allir að snerta þig. Já, nei, ég fann þegar hún snerti mig. Ég fann að hún sótti til mín lækninguna. Hún með trú sinni þá snert hún og tók það sem ég átti. Hann þurfti ekki að biðja fyrir henni, hann þurfti ekki að segja í Jesú nafni. Það verið skrítið að þau sagt það. Hann þurfti ekki að gera neitt af því. Það bara kom. Pétur og Jakob, þeir voru leiðin í musteri einn daginn og það er lamaður maður. Og þeir koma að honum og hann er að betla. Og Pétur segir, silfur og gull á ég ekki. En það sem ég á, skal ég biðja fyrir í Jesú nafni og standi gegnum svo djöflu og reisið upp. Nei. Hvað ætlaði hann að gera? Hann ætlaði bara að gefa hana það. Það sem ég á skal ég gefa þið bara. Í Jesú nafni, statt á fætur. Það er engin munur á þér og mér og Pétri og Jakobi. Það er að segja í hinnu mannlega. Þeir voru bara menn. Það er meiri sér þannig, muniði, að skugginn á þeim læknaði fólk. Þeir eru bara á röltinu. Skugginn féll á sjúka og þeir læknuðust. Guð er þess megnugur að gera hluti langt umfram það sem þú og ég biðjum um. Við þurfum bara að átta okkur á því, elsku vinir, hvað við eigum. Ef við áttum okkur ekki á því, ef við höfnum þessu eða vitum ekki af því, vitið hvað við tökum í staðinn, þá reynum við að finna gleðin og kraftin og allt saman í einhverju öðru heldur en þessu. Það er rosalega gaman að koma á samkomur sem er falleg og mikil og kröftu tónlist. Við finnum gleði í því. Það er rosalega gaman að hitta aðra trúaða vini og vera með þeim. Við finnum gleði í því. Rosalega gaman að borða saman. Við finnum gleði í því. Sumum finnst jafnvel meira sér gaman að biðja saman. Öðrum ekki. En með öðrum orðum, ef þú ekki færð, ef þú ekki sérð bænasvörin þín koma sem veita þér gleðina, þá leitar gleðina annar staðar og veitir hvað er þá? Þá er hættanum förum út í formið. Formið tekur yfir kraftin. Og Biblían segir að slíkur hópur fólks er með yfirsýn guðhræðslunnar, hann er hafnar kraftinnar. Hefur á sér yfirsýn, lítur vel út, hljómar eins og hið sanna trúaða, en það vantar allan kraft. Og við viljum ekki vera það fólk sem hefur á sér alls konar fallega hluti en engan kraft. Krafturinn er sá sem breytir lífi fólks. Krafturinn setur fólk frjálst. Kraftur heilags anda setur fólk frjálst. Ekki minn kraftur, ekki þinn, heldur sem í þér er, sem er heilagur andi. Biblían segir líka í Rómarabréfinu að Guðs ríki er ekki matur og drykkur, heldur hvað? Réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda. Takk eftir, hvað er Guðs ríkið? Viltu vera í Guðs ríkinu? Ertu í Guðs ríkinu?
fögnuður, gleði, friður í Guðsríkið er fögnuður, gleði, friður í heilugum anda. Guðsríkið er í heilugum anda. Í heilugum anda. Án hans er ekkert. Án hans við getum hoppað, dansað, sungið, glaðst yfir því sem við erum að gera. En við sjáum ekki kraft Guðs, því án hans er ekkert, krakkar, sem við getum gert. Ekkert. En ef við treystum honum, þá er allt hægt. Það var hans kraftur sem breytti þínu hjarta. Það var hans kraftur sem læknaði þig. Það var hans kraftur sem snerti mig og læknaði mig. Það er kraftur Guðs. Vilt hann? Þú átt hann. Takk vel eftir. Lokaður himinn fyrir flesta trúaða er á milli eyrnan á þeim. Lokaður himinn fyrir flesta okkur trúuðu er í kollinum. Eru hugsanir okkar að trufla okkur. Guð lokaði honum aldrei. Það sem gerist er þetta. Í kringumstæðum lífsins þá kemur ótti, áhyggjur, kvíði, eitthvað ströggl, eitthvað barátta sem segir þér, þú ert ekki nógu góð. Guð mun ekki og vill ekki lækna þig strax vegna þess að þú Guð getur ekki gert þetta. Ótti við einhverja, ótti við það að þú átt ekki skilið, ótti við það að þú ert ekki, eins og segir, nógu góð eða góður, eða þá bara það að þú ert ekki nógu öflugur og kröftugur, þú ert ekki nógu heilagur. Hver sem ástæðan er, þá myndast þessi ótti, þá myndast þessi kvíði, þá myndast þessi hindrun í kollunum á okkur, í hugsanarlífi okkar og hindrar og lokar að við getum meðtekið og lifað í kraftinum. Þetta er nákvæmlega þessi lélega dæmi peningana sem ég var að tala um áðan. Þetta er nákvæmlega þessi hugsun sem segir, ég á engan tékkar reikning með svona miklum peningum. Ég bara á hann ekki til. Það er svona þar ég biðjum hann. Ég veit ekkert hvort ég fæ hann og ég innstinni trúi ég valla ég fá hann. Þetta er nákvæmlega þannig í Guðsríkinu. Þú átt þennan aðgang, Guð er búin að gefa hann er búin að opna heiminin, gefa þér heilagan anda, hann dvelur í þér. Þetta er nú ein bær sem við biðjum oft. Guð vertu með mér í dag. Og Guð segir, hvað á ég að svara þessu? Ég hef búin að segja þér, ég mun aldrei yfirgefa þig. Samt biðjum Guð að vera með okkur. Já, Guð vertu með mér. Ég sagði þér það, Halldór, ég er alltaf með þér. Og það er ekki að biðja, bara tölum saman og löpum hérna. Og sjáu, það er þessi hugsun að við biðjum stöðulega mjög oft hluti sem við nú þegar eigum. Og skiljum svo ekkert í að okkur bænasvari kemur ekki. Mitt hjarta er bara eitt. Bara þetta. Guð gefðu okkur öllum, sem þín börn erum, öllum hér og Guðs fólkin okkar hér á landinu, að við mættum sjá betur og betur hver við erum og hvað við eigum. Hvaða er sem hann hefur gert fyrir náð sína, úthelling heilags andi í líf okkar og hvers konar líf það er og aðgangur sem hann hefur gefið okkur. Þegar við skiljum það, eða eftir sem við skiljum það betur, því djarfari verðum við að stíga út og taka út af reikningnum. Og vitið hvað? Við sungum áðan, syngjum aðeins hærra. Það var ekki til eins og hann sagði til þess að hafa hátt. Heldur því meira sem óvinurinn öskrar í eyra á þér að þetta gangi ekki upp, þá syngur þú bara hærra, halleluja, og yfirgnæfir hann. Það er það sem þessi söngur gengur út af.
Það bara, þó að óvunurinn tali hærra og hafi hærra í þínu lífi til þess að villa fyrir því sem þú átt og villum fyrir þér, þá syngur þú bara hærra halleluja til að yfirgnafa hann og segja, hei, ég veit hver ég sækja Páll þetta stórkostlega, ég veit á hvern ég trúi. Og þar komum við að lyklinum í þessu öllu saman, elsku vinir. Okkar vandamál oftast nær að við horfum of mikið á það sem við höfum ekki og það sem við erum ekki í staðinn fyrir að horfa á hann og það hvað hann er. Tökum sjónur okkur af okkar eigin lífi, tökum sjónur okkur af okkar eigin veikleika og lélegheitum eða hvernig, vitið það, jafnvel, við fókusum allt og mikið það hvað okkur skortir. Hættum að hugsa það og hugsa það hver hann sem allt hefur gefið og segir ég mun ekki halda eftir að neinu sem að ef ég gaf son minn fyrir ykkur muni þó ekki gefa ykkur allt annað með honum. Allt annað. Allt sem þú þarft og rúmlega það. Hann gefur ekki bara sem þú þarft, hann gefur það sem þú þarft og meira svo þú getur gefið öðrum. Þetta það sem ég þrá að við sjáum. Ég þarf að sjá þetta meira og betur. Þú þarft að sjá það, við öll þurfum að sjá það. Hætt að horfa á okkur sjálf og hvað okkur skortir. Horfum á hann og hvað hann er og hvað hann hefur gert. Og trúin, það eina sem þú þarft þessi einfalda trú. Vitið að Biblían talar eina baráttu sem við að berjast fyrir. Það trúarinnar góða barátta. Það baráttu sem þú og ég að berjast. Við erum alltaf að berjast í allir annari baráttu sem hann búinn að taka. Við þurfum það ekki. Við þurfum bara að varðveita okkar trú og berjast trúarinn og góðu baráttu. Þegar einhverjum að stela trúnu hjartaðinu, þá sér stopp, hinga og geringa. Ég veit á hvernig ég trúi. Ég veit hvað ég á. Ég veit hver ég Ég læt ekki taka frá mér sannleikann. Trúin ekki áunnin með erfiði og stríði. Þú rembist ekki svo rjúpa með staurinn þangað til þú blárið framann til að fá trú. Mælir trúar þér gefin nú þegar. Þú þarft að virkjun láta hana vaxa og dafna. Þú þarft bara að treysta. Trú ekkert annað en traust. Ég treysti þessum Jesú sem hefur gert allt fyrir mig. Ég treysti þessum Jesú sem gaf mér allt í lífinu. Ég treysti þessum Jesú til að gera allt sem þarf að gera í mínu lífi, í fjölskyldunum minni, í kringum mig og ég geti þjóna öðrum. Ég hef trú á því og ég hef heyrt það frá Sibbu og alla og öðrum hér í kirkjunni. Ég hef heyrt það. Þau vilja þessi söfnuður sem að tegi sig út til þjóðfélagsins, tegi sig út til samfélagsins, tegi sig út til þeirra sem hér í kring, en ekki bara fyrir okkur í kósiklúbb að vera. Það mjög auðvelt að lenda í kósiklúbb í kirkju. Það mjög auðvelt. Og svo lokast kósiklúbburinn og þeir sem koma eftir það, þeir finna sig aldrei í kirkjunni. Þeir ekki hluti á kósiklúbbnum. Þetta mjög algengt. Þetta ekki eitthvað sem ég veit að þau vilja þetta ekki. Þau vilja alveg hafa kósiklúbb A. Marga. Fullt af kósiklúbbum. Og ná til landsins okkar. Mín samfæringu svo, og það það sem ég vildi deila með okkur bara núna og nú ætla ég að hætta, að til þess að ná til landsins okkar í dag, til þess að sjá, við skulum bara kalla það vakningu. Ég veit ekki hvort stundum mér illa við þetta orð vakning. Vakning byrjar innan með okkur. Vakning þýðir að eitthvað var vakandi og sofnaði og þarf að vakna aftur. Og kirkjan þarf að vakna. Við þurfum að vakna. En segjum bara snerting Guðs við landið okkar. Hann sýnir sem máttu hann fyrir landið okkar. Við vitum að milla. Og við lesum það núna að lokum. Það sem þetta snýst
Jesús gekk þá til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himnu og jörðu, allt vald. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, þar á meðal Ísland. Farið því og gerið Íslandinga að lærisveinum mínum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilagsanda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Trúir þessu? Trúir þessu? Þetta köllun okkar? Þetta sem við eigum að gera? Svona endaði Mattheus, svona endar Markús. Farið út allan heim og prediki fagnarindi öllu mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, sá sem ekki trúir mun fyrirdæmdur verða, en þessi tákn munu fylgja þeim trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp hörgorma og þeir drekki eitthvað banvænt, munu þeim ekki verða meint af. Og yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Breytir engu, elsku vinur. Hvers konar tónlist við notum? Já, það er kannski ekki rétt. Það getur skipt máli fyrir að hverju vilja koma og taka þátt í tónlistinni. En það sem ég meina, tónlistin ein og sér, samkomunar einar og sér, samfélagið eitt og sér, bara umgjörð verkefni sem okkur var falið. Og þetta var verkefnið. Hans verkefni og köllun hefur ekkert breyst. Hann hefur ekkert komið seinna, ég glemdi einu kafla. Eftir 2015 ár, þá breytist þetta. Nei, þetta bara sama verkefnið. Og þetta verkefnið sem við viljum vinna og vera trúföst í að vinna. Gera fólk að lærisveinum, gera þjóðin okkar að lærisveinum, reka út til landa, leggja hendur við sjúka, lækna þá. En þetta ekki hægt nema við vitum hvað við eigum í heilögum anda. Því ef við vitum þetta ekki, þá munum við aldrei stíga út úr bátnum. Við myndum ekki þora því. Þess vegna verðum við að vita. Og ég hvet þig. Ég veit að sum ykkur akkurat á þessari göngu að þekkja hann betur, læra, kynnast hvað þið eigið. Ef ekki, leifðu þess að komast að þessum þorsta. Grafðu eftir þessu gulli sem þetta líf í Kristi er. Maðurinn sem faldi perluna á akrunum og menn fóru að leita. Perlan er Kristur sjálfur. Finna Krist og allt sem hann hefur gefið og allt sem hann er. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum rifja upp þá köllun sem á líf okkar. Þakka fyrir að megum rifja upp hvað þú hefur sagt okkur sem kirkja þín, hvað við megum að gera og til hvers við erum kölluð, hvert verkefnið okkar er. Þótt ég bið að við megum ekki tínast í umgjörðinni. Missa sjónar af verkefninu vegna þess að umgjörðin er okkur svo mikilvæg. Hún er mikilvæg drottin, en hún er gerð til þess að verkefni náðu fram að ganga. Drotti, ég þakka fyrir það. Við biðjum opinberun þína núna yfir líf okkar, opinberaðu þinn vilja, þinn sannleika, þitt líf í hjörtum okkar. Auk þá opinberun að við megum ganga frá dýrð til dýrðar í samfélaginu við þig. Elsku Jesús. Takk Jesús. Takk Jesús. Takk Jesús. Það er eitthvað sem er með hálssjúkdóma. Það er eitthvað í hálsinum. Hver er það? Hérna, 2, 3. Við byggjum að standa á fætur. Bara standa þessi þið eruð. Ég ætla að biðja þá sem eru nálægt þeim að leggja hendur yfir þau. Leggja hendur á þau. Faðir minn, þakka fyrir það í Jesú nafni að þá getum við kallað lækningu þinn yfir.
kraftur þinn og líf þitt okkur gefið til þess að sjá einmitt þinn að sjúku læknast og þakka fyrir það að þetta þín fullkomni vilji og í Jesú nafni og biðjum fyrir þessum bróður og þessum systrum í Jesú nafni með hálsinum þeirra að núna á þessari stundu þá streymir lækning þín í líkama þeirra, í háls þeirra og gjöru þau heil. Vertu heill fyrir Jesú nafn, meinið hverfur og orsök þess og afleiðing hverfur og líkama þínum. Í Jesú nafni, heil fyrir Jesú nafn, vertu heil